Góðan daginn og gott að sjá ykkur, eða gott að hafa ykkur með. Ég segi alltaf gott að sjá ykkur, ég vona að þið allan að sjáu mig, þó ég sjá ykkur ekki. En gott að hafa ykkur í dag og við ætlum að eiga stund saman og ég vona að þessi stund megi breyta lífið þínu í dag. Amen, við ætlum að syngja saman og byrja á sálmi úr hörpustrengjum, sálmur 101. Textin kemur hérna upp og endilega takkið þátt inn í stofu. Amen. Drömsjón fögur drottinn Jesús Dagföld birtist mér, hann dásamlegri morgun og dans fegur krýndur á bænarvængjum sál mín svífur honum nær og nær og nú hann með dýrmætari en hann var í gær með fullan sælubikar hann kemur nær og nær og nú hann með dýrmætari en hann var í gær frá honum streymir náðar ilmur út heiminn hér sem himinn sól og dalsins lilja Jesús fagur á bænarvængjum sál mín svífur honum nær og nú hann með dýrmætari en hann var í gær með fullan sælubikar hann kemur nær og nær og nú hann með dýrmætari en hann var í gær frá Jesú hjarta streymir eilíf straumlit kærleikans í stormi lífsins halla ég mér upp á brjósti hans og nú hann með dýrmætari en nokkrir sinnir fyrr Guðs mága sjóð hann opnar mér og himnaríkins dyr með fullan sælubikar hann kemur nær og nær og nú hann með dýrmætari en hann var í gær með fullan sælubikar hann kemur nær og nær og nú hann með dýrmætari en hann var í gær. All because of Jesus. Og það akkurt fyrir hann sem við erum hér í dag. Amen. All because of Jesus, all because of Jesus, all because of Jesus, we are here. Because of His blessings, all His bountiful blessings, we are here. All because of Jesus, all because of Jesus, all because of Jesus, we are here. Because of His blessings, all His bountiful blessings, we are here. Since I am here, I'm gonna praise His name since you are here. I think that you should do the same since we are here. Together let's praise His name because of Jesus. We are here. All because of Jesus. All because of Jesus. All because of Jesus. We are here. Because of His blessings. All His bountiful blessings.
His name since you are here. I think that you should do the same since we are here. Together let's praise His name because of Jesus. We are here. Oh, because of Jesus. Oh, because of Jesus. Oh, because of Jesus, we are here. Because of His blessings, all His wonderful blessings, we are here. Because of Jesus, all because of Jesus, all because of Jesus, we are here. Because of His blessings, all His wonderful blessings, we are here. We are here. Amen. Takk, Jesus. Mér langar að lesa fyrir ykkur úr Sálmur 103. Fyrstu 5 versin. Lofa þú Drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú Drottinn sála mín og gleym einum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur alla misgjörð þínar, læknar öll þín mein, leysir líf þitt frá gröfinni, krýnir þinn náð og miskunn. Hann mettar þig gæðum, þú yngist upp sem örninn. Amen. Það gott að geta lofa Guð og gott að geta treyst honum fyrir líf okkar. Og það ekkert leiðilega að yngjast sem örninn. Og mér langar bara að við leggjum þessa stund í þín bara Drottins hendur og ef að þú ert með bænarefni á hjartaðinu þá nefndu það við Jesú, hann heyrir. Heilagi Faðir, ég þakka þér Drottinn minn fyrir þennan dag, ég þakka þér fyrir fallega veðri sem þú gefur okkur, ég þakka þér Drottinn fyrir það að við mögum koma saman til þess að lofa þig og ég þakka þér fyrir það að við getum lagt allt okkar líf í þínar hendur. Takk Jesús að þú heyrir sérhverja bæn sem við biðjum og ég þakka þér Heilagi Faðir að þú ert með okkur alla daga, allt til enda veraldar og ég þakka þér Jesús að við megum leggja líf okkar í þínar hendur og ég bið fyrir þeim sem að hlusta, ég biði Drottinn minn að blessa þau Drottinn, blessa fólkið, gefa því styrk, það sem að styrkur þarf Drottinn og ég biði Heilagi Faðir að gefa það sem að hjarta þeirra þráir. Ég þakka þér fyrir Jesús minn að við megum leggja stundina áfram í þínar hendur, að þú munt vel fyrir sjá. Blessaðu Snorra þegar hann talar og gefðu okkur eyru sem heyrir. Það sem þú vilt tala við okkur í dag, Heilagi Faðir. Blessaðu stundin áframhaldandi og allt sem að við eigum eftir að taka okkur fyrir hendur. Megið þú fara á undan okkur í Jesú nafni. Amen. Framundan eins og vanalega bænastund á þriðjudögum klukkan 5 og lofgjör og bæn á föstudögum klukkan 8 og unglingasamkomur á laugardögum klukkan 8. Það enn takmarkanir, við vitum ekki alveg hvað framhaldið en vissulega fáið að vita leið og við getum opnað kirkjuna fyrir ykkur. En á meðan höfum við þetta svona og það ekkert verra þó við lofum Guð saman akkurat eins og við erum að gera. Þið heim í stofu og við hér, en það einn Guð og hann með ykkur og okkur á sama tíma. Amen. Við ætlum að halda áfram að lofa Guð saman og endilega að gefðu Guði tíma. Legðu allt frá þér, verkin heima, þvottur má bíða, það má allt bíða. Gefðu Guði tíma núna og ég lofa þér því að þú munt ekki sjá eftir því. Amen.
gerum allir alda Jesús, drottinn heldur heilags anda farið og fyllist af þig. Því þú byrði lofgjörð þíns á helgum stað. Því þú byrði lofgjörð þíns á helgum stað. Jesús var hvalinn á krossi, kaus þar að þjást fyrir mig. Hann sem var synd allra saka, sekt mína tók hann á sig. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð eilífð, dauðans vald nú sigraði. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti
You were the Word at that beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now relieved in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of
Takk Jesús fyrir fallega nafni. Takk Jesús fyrir það að þú ert hér, heilagi Faðir, í dag. Þess að mæta okkur Jesús, þar sem við erum, á þeim stað sem við erum. Og þú ert tilbúin, heilagi Faðir, að grípa okkur Drottinn. Þegar við erum að detta, þá kemur með höndina þína og tekur okkur upp. Þegar við finnumst vera einmana, þá kemur út og huggar okkur, heilagi Faðir. Takk Jesús. Takk Jesús fyrir allt sem þú hefur gert. Takk Jesús að við megum leggja allt okkar líf í þínar hendur. Takk Jesús að þú ert alltaf hér. Þú heyrir raddir okkar. Þú heyrir söngin okkar. Þú heyrir þegar við köllum. Þá ertu bara aðeins einni bæn í burtu. Og þú heyrir það sem við tölum og þú þráir lofgjörð þíns liðs. Þú þráir að heyra okkur vera í lofgjörð. Þú þráir að við dveljum við fætur þínar, Jesús. Halleluja. Halleluja. Ó, Jesús, takk. Takk, Jesús. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, our King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Syngjum þessa línu nokkur sinnum. What a powerful name it is, the name of Jesus. Oh, what a powerful name it is, the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, the name of Jesus. Hallelujah. Hey Lord, hey Lord. Oh, Jesus. Takk, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Oh, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Halleluja. Jesus. Halleluja, Jesus. Hallelujah. Hey Lord, hey Lord. Hallelujah. Jesus. Takk, Jesus.
verður þínu nafni alla dyr, Drottinn. Þú einnigt verður. Halleluja. Halleluja. Holy is the Lord. 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 Holy is the Þetta það sem heyrist í kringum hásætið. Heilagur Drottinn. Amen. Snorri, gjörðu svo vel. Amen. Góðan dag, kæru vinir. Það ekki ónýtt að mega vera hér í Keflavík í dag og syngja það sem að heyrist í kringum hásæti Drottins. Svo ég verð að segja að við eigum afskaplega bjarta framtíð að vita það að við fáum að vera í hásæti Drottins. Við Hrefna fórum að gamni okkar í göngutúrnum daginn og við völdum okkur mjög sögulegan stað. Við fórum í Hólavallakirkjugarði í Reykjavík. Ég hef svo nokkru sinnum þar áður verið og skoðað og verið að forvitnast. Þar sá ég ýmis merkileg nöfn. Þar var Þorsteinn Erlingsson grafinn, þar var Kjarval. Við sáum þessi nöfnþýti sem eru þekkt í sögunni og við sjáum ekki annað en að þau hafi endað ævi sína bara þarna. Nú bara steinn yfir þeim, þetta minningarreitur, helgur reitur, svona 2x2 eða eitthvað svoleiðis, búið. Sérðu framtíðina svona? Hvað tekur við? Þið veitir, í okkar augum að þá þetta í raun og veru ekkert annað heldur en frá vöggu til grafar. Við segjum þetta svona. Og þetta afskaplega stutt ævi. Það sagt að hún sé 70 ár þegar best lætur 80. Ég að vera 70 bráðum. Það rúmt ár í það. Þá eiginlega tími minn kvótinn búinn. Svo kannski fæ ég aukreitis 10 ár. Þetta ekki langur tími. Mér finnst ekki langt síðan að við vorum með 2010. Það ekki langt síðan að ég var rekinn úr Brekkuskóla fyrir það að ég bloggaði. Og það orðin 11 ár. Þannig að tíminn, hann mjög fljótur að líða. En ég ætla líka að benda ykkur á það. Það skiptir svolítið máli hvernig við innréttum hug okkar. Ég tók eftir því að hún Dagný, hún var að minna okkur á það að Drottinn bara einni bæni í burtu. Og okkur finnst það ekkert löng vegalengd. En svo Biblían líka að tala það að það sem 2 eða 3 eru samankomnir, þar hann mitt á meðal. Hvort sjáum við Jesúm Kristi í burtu eða mitt á meðal? Heyrið þið hvernig við tölum stundum og ósjálfrátt þá kannski tölum við svona fjarlægðina í málin. Já, hann mun hlusta einhvern tímann á bænina. Já, það kemur einhvern tímann lausn. Vertu rólegur, bíddu aðeins.
Og við erum með þessa sögu af Jesú Kristi þegar hann gekk kring, gjörði gott og græddi alla þá sem djöflunum voru undirokaðir. Og það alveg sama hvaða sjúkdómur þarna var. Fólki var þjáð af einhverjum sjúkdómum, svo kom Kristur og fólki það umbreyttist í einni svipan. Og mér finnst það svolítið athyglisvert, þetta allt í einu, skyndilega. Og ég trúi því að ef við biðjum Drottinum að gefa okkur vakningu yfir þetta land, þá mun hún koma skyndilega. Það kemur skyndileg vitjun. Ég veit ekki hvað þarf endilega til að vekja Íslendinga. En eitt af því sem við megum nota hér í dag, og ég ætla að fá að nota það með ykkur, það er það að frásögurnar sem við erum að nota eru ekki upplognar skröksögur. Og mér finnst svo frábært að byrja á því að opna textan eða biblíuna á öðru Pétursbréfi, þar sem að Pétur segir þetta við okkur, ekki fylgdu við uppspunnum skröksögum, við kunngjörum yður mátt og komu Drottins oss Jesú Krist. Og hvernig getum við sannað það að þetta eru bara engar lygasögur, þetta bara allt saman sannleikanum samkvæmt. Og ef ég fer með ykkur í eitt stað, í Mattheusar Guðspjall, 17. kapitula, þar sem að Pétur var vitni að því hvað gerðist við Jesúm Krist. Þeir voru fjórir saman, það var Jesús Kristur, Pétur postuli, Jakob og Jóhannes Sebedeusarsinir, og þeir allt í einu fara með Jesú Krist upp á fjall. Það voru ekki fleiri. Ég hélt að lærisveinahópurinn væri 12 og Jesús myndi taka á alla með sér, en hann bara tók þessa 3 með sér. Og þeir 3, þú veist, ein vottur skal aðeins gildur vera, eða vitnisburður skal gildur vera, eða 2 eða 3 vottar bera. Svo þú sér þetta í Biblíunni að Guð passa sig mjög vel á því að votta atburðina með allavega 2 eða 3 sjónarvottum. Svo segir Mattheus þessa sögu. Þeir eru konur på fjall. Þetta fjall er svona það bil 588 metra yfir sjávarmáli. Og það svolítið, það er tvöfalt hærri en Heimaklettur getum við sagt. Og að Vestmanningar, þeir miða allt saman við Heimaklett. Ef þú fer upp á Heimaklett áttu hetja. En ef þú fer við Dalfjall, já, það er bara eðlilegt. Svo erum við að tala um fjöll hingað og þangað. Esjan, hún er hvað, 966 eða 96, eitthvað svoleiðis. Hún er rétt fyrir neðan 1000 metra. Ég hef svo sem farið upp á 1000 metra hátt fjall. Og það er ekkert annað bara puð og erfiði. Og það er engin hetjudáð. Man þarf bara að komast upp á toppinn. En látu þetta duga fjallgönguna. En þeir fara upp á Taborfjall. Og Mattheus segir frá því að eftir 6 daga tekur Jesús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes, bróður hans, og fer með þá upp á hátt fjall, þeir væru einir saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra. Ásjón hans skein sem sól og klæði hans urðu björt eins og ljós. Og Móse og Elía birtust þeim og voru þeir á tali við hann. Pétur tók til máls og sagði við Jesú, Herra, gott að við erum hér. Ef þú vilt, skal ég gjöra þér 3 tjaldbúðir, þér eina, Móse eina og Elía eina. Og það vantaði ekki framkvæmdagleðina, búa til helgidóma, þið vitið. En þetta gerist allt í einu skyndilega, að þá breytist Jesús Kristur. Og það er svolítið athyglisvert að gríska orðið sem er notað yfir að ummynda, það er orðið metamorfósis. Þetta orðið er vel þekkt meðal vísindamanna í náttúrufræðum. Þeir tala þessa breytingu metamorfósis þegar púpa breytist í fiðrildi. Það verður algjör umbreyting. Og þegar þetta er nefnt hér á staðnum, þá er Pétur að votta það að hann sá hátign Jesú Krists. Hann sá dýrðina og hann sá umbreytinguna. Sér þú að þú muni breyta svona? Sér þú þetta fyrir þér að dag einn mun þú umbreytast í einni svipan á einu augabragði? Nei, þú ert ekki Jesús. Eru ekki sátt við það? Já, við segjum, já, ég er ekkert Jesús Kristur og ég mun ekkert breyta svona. En býttu hægur. Þegar við förum að athuga þessa breytingu og umbreytingu á Jesú Kristi, og mér finnst mjög athyglisvert að þeir þekktu Móse og Elía. Móse, hann var örugglega
1300-1400 árum á undan Pétri postula. Hvernig gat Pétur vitað að þetta var Móse? Elía var eitthvað 600-700 árum. Hvernig gat hann þekkt að þetta var Elía? Getur það verið að hér séum við með sögu það hvað muni gerast þegar við förum úr landi okkar og inn í land lifenda og verðum með lifanda Guði, þá fáum við að þekkja alla þá sem þar eru, með nafni og kennitölu og alla æviskráninguna. Við vitum hver hvað. Við munum þekkja spámennina og þú mun kannski hitta hann Habakúk og Habakúk mun segja við þig, lastu bókina mína. Hvað ætlar það að segja? Og þú hefur kannski aldrei lesið hana. Og þú hittir Nahum og svo fleiri koll af kolli og þau spyrja, lastu bókina mína? Já, hvaða bók átti þú? Þið vitið, þeir verða þarna á himnum, við munum hitta þá og við munum sjá þá í samskonar líkama og við sjáum Jesú, Móse og Elía. Í dýrðar líkama Guðs barna. Og tökum þetta aðeins fyrir, ég ætla að leyfa mér að fara inn í þetta mál með ykkur, af því að þetta kemur eins og siglandi meðfram kristni boðinu og boðun Páls postula, hvað við eigum framundan. Og þegar þú hugsar framtíð þína, ekki sjá hana bara þannig að það verði leggsteinn yfir gröf þinni, horfðu á hvað framundan í Jesú Kristi. Og þegar við tölum endurkomu Jesú Kristiskinni, þá erum við að tala þegar hann birtist svona, á skýjum himins, í mætti, í veldi og í mikilli dýrð. Og hann mun opna grafir þeirra sem dánir eru, þeir munu rísa upp, ekki sem beinagrindur, ekki sem afturgöngur, heldur sem ný sköpun sem tilheyrir hinni nýju sköpun drottins okkar og frelsara Jesú Krist. Þeir munu vera með Immanuel, Guð með oss. Og þetta eru stórir og miklir atburðir sem við eigum framundan. Kannski verða það að ég fekk þessa hugsun til mín þegar ég var að spjalla við konun okkara og ég fór að segja við hann, spurði hann svona, ef ekki aðeins að koma hérna inn á endurkomu Jesú Krist. Og þá segir hann bara, ó nei, helst ekki, það svo margir hræddir. Svo margir hræddir. Og þetta ýtti við mér. Getur það verið að við séum hrædd við svona atburð sem Kristur Jesús talar að hann breyttist og ummyndaðist í dýrðar líkama sínum. Komum aðeins, förum í 1. Kórinthubréf, þar er stærsti svona fræðslu kaplinn kenningu postulana. Þetta er 1. Kórinthubréf 15. kapitúli og við erum að tala kaplan eða hluta kaplans sem byrjar svona, hvernig rísa dauður upp. Og þetta var efni postulans. Og við þurfum í raun og veru að hafa þetta efni kunnugt á meðal okkar í kirkjunni. Hvernig rísa dauður upp? Því að dauðinn, hann er ekki eilífur hjá okkur. Hann hefur bara sinn stutta tíma. Þú hefur 70 til 80 ár. Dauðinn er búin að hafa vald frá því að Adam og Eva synguðu og þangað til að Kristur tók valdið. Svo þegar Kristur kemur aftur, þá kemur hann með lykilinn. Hann mun opna grafirnar. Hann mun umbreyta þér. Og það er ekkert annað heldur en tilhlökkun sem við megum eiga í trúnni og voninni á drottni okkar og frelsara. Og sjáu þið hvað hann segir við okkur. Þetta fara með okkur í eitt vers 51. Það segir þetta við okkur, sjá ég segi þér leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, en allir munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við síðasta lúður. Og mér finnst svo vænt þetta. Að við skulum geta talað að við munum umbreytast í einni svipan. Við erum ekki að tala hægfara þróun. Við erum ekki að tala það að við munum þróast í dýrðar líkama. Það heyrum við í náttúrufræðinni að allt átt að þróast. Og það tók milljónir ára. Þegar Guð mætti til leiks og hann var kominn til staðar, þá myndaði hann manninn, skepnurnar, náttúruna og grasið og allt það á einu augabragði. Það þurfti ekki nema einn dag í einu. Og svo erum við hissa á að við trúum á Guð almáttugan. Hvað að gerast hjá okkur
ef að við hinir kristnu erum hættir að sjá mynd skaparans. Við sjáum mynd þróunar, hægfara þróunar. Ég man eftir blaðamanni sem ég fór með einu sinni út í Surtsey. Hann var að skrifa náttúru undur og þegar ég kem að eyjunni, ég beðin að vera þarna leiðsögumaður með honum og ég fer með honum og sýn honum hitt og þetta og við byrjum á því að fara í fjöruna. Og þar voru sko ávalir og flottir steinar, svona lágbarið grjót. Og ég segi, veistu hvað þessi steinar eru gamlir? Gamlir? Nei, segir hann, frá því 1963. Grjótið myndaðist eiginlega bara strax á fyrstu dögum Surtseyjargossins. Surtsey var í gangi í 3,5 ár. Og steinarnir, þeir urðu bara til, ávalir og rúnir og flottir, strax á fyrstu dögunum. Við þurftum ekki milljónir ára. Og hann var svolítið hissa á þessi aðkomu. Og svo var ég nýbúinn að fá að heyra það að meira sem Móbergið þarna í Surtsey, það hefði umbylt kenningum vísindamanna. Því að þeir héldu það að Móbergið það hafi orðið til áður fyrr við mikinn þrýsting og langan aldur og jarðhita og svo framvegis. Og þegar við komum þarna að, þá voru vísindamenn að segja okkur frá því að þetta Móberg sem þarna er til í Surtsey, það myndast á 9 mánuðum. Það þarf jafnlangan tíma fyrir Móberg að myndast og mannsfóstur að verða til og koma út úr móðurinni. 9 mánuðir. Þetta gerist ekki hægar en svona. Og við getum sagt að við þurfum ekki milljónir ára. Og þegar ég nefndi þetta svona við að nokkru sinnum, nefndi svona nokkur atriði, varandi náttúruna, við þurfum ekki allan tíma. Þess vegna trúið á sköpun. Og svo sendaði mig greinina og sagði, þetta var greinilega fundamentalisti. Af því að ég fór að móti því sem að við tölum að hægfara þróun milljónir ára. Ég trúi nefnilega á Guð skapara heimins og jarðar. Og því ég sé það hér þegar undrin eiga sér stað og við tölum í ummyndun Jesú Krist, þá gerðist það á augabragði. Og ég sammála Páli postula þegar hann talar þetta sama í 1. Korinthubréfi 15:51 að við munum allir umbreytast í einni svipan og einu augabragði. Og hvað erum við þá að tala kæru vinir, ef við sjáum það að dauðinn er okkur ógn og skelfing? Hvað erum við að tala það þegar við heyrum endurkomu Jesú Krist og við erum að draga okkur í skel og segjum, hvað verður mig? Vegna trúarinnar á Jesú Krist. Þá verður þú leiddur upp á fjallið og þú færð að ummyndast með honum í dýrð drottins Jesú Krist. Og vistu það að þeir sem að rísa upp úr gröfunum, þeir verða í dýrðar líkama. Og ég segi þetta við alla þá sem hafa mist ástinni eða mist börn eða mist þá sem að þeim þykir svo kærir. Ekki hafa áhyggjur af því þó þið hafi mist. Horfið til þess tíma hversu skamt í að Jesús Kristur komi og hann muni hrífa barnið eða konuna eða eiginmanninn eða ættingjana upp úr gröfunum og þið fáið að hittast að nýju í dýrðar líkama Guðs barna. Þetta vonin sem að drottinn Jesús að tala Má þetta heyrast á Íslandi? Og ég segi því miður, þá kirkjan núna að missa af þessari sýn. Hún ekki lengur að sjá hvað við eigum í Jesú Kristi. Hún áttar sig ekki á hversu stórkostlegt þetta sem að drottinn að boða okkur. Og ég ætla að fara með ykkur úr þessum hluta í Filippibréfið þegar Páll að brýna Filippimenn, alveg stórkostlegt atriði sem hann segir og auðvitað á þetta erindi til þín og mín. Ég ætla að fara með ykkur í 3. kapítul af Filippibréfsins og þá segir þetta við okkur í versi 20 og 21. Mér finnst svo vænt þetta. En föðurland vort á himni og frá himni væntum við frelsarans drottins Jesú Krist. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gjöra hann líkan dýrðar líkama sínum. Eins og hann var á ummyndunarfjallinu. Eins og hann var frammi fyrir Pétri, Jakob og Jóhannesi. Við hann mun breyta þér á þann hátt og við eigum þessna hlutdeild í voninni að við fáum að vera Kristi lík. Þetta ekki dásamlegt orð? Og þetta fáið ekki fyrir okkar ágæti. Þetta fáið ekki vegna þess að við höfum staðið okkur svo vel.
Þetta fáum við einungis vegna þess að við trúum og treystum því að Jesús Kristur er sonur Guðs. Hann er hinn eingetni sonur hins lifanda Guðs. Og þið eigið því láni að fagna að þetta má heyrast yfir okkar land. Það er ekki aðrir, það eru víða aðrir trúaðir, kristina trúar. Þeir fá að líða og þeir eru jafnvel aflífaðir vegna þessara vonar. Það má ekki heyrast í heimi múslima. Það má ekki heima í kommunisma Kínverja. Og hvað eru við þá að tala um eða kvarta yfir, þó að einhver vantrú sé í okkar landi? Prédikum orð ljóssins, prédikum bara orð fagnaðarerindisins, vitum hvað við eigum og látum það hljóma í eyru annara og við munum sannarlega hrífa það úr vantrú og inn í dýrðarfrelsi Guðs barna. Og sjáu líka sem að mér er alveg stórmerkilegt. Þegar þið vitið það, þegar Jesús Kristur opinberast Jóhannesi, opinberuna manni, að þá sér Jóhannes Jesús Krist í dýrðarlíkama. Það var ekki gamall líkami, heldur verið þetta dýrðarlíkami hans. Þetta færa mig ykkur svo í Hebreabréfið. Það finnst mér alveg stórmerkilegt. Það færa mig ykkur í kaflanum trú, af því að þetta tengist allt saman trúnni. Og þá skulum við skoða hvað Hebreabréfið kennir okkur trú. Og það byrjar á því að segja trúinni fullvissa það sem menn vona. Sannfæringum þá hluti sem eigir auðið að sjá. Þetta er ekki ennþá orðið til hjá okkur. Við erum ennþá í voninni. Við erum ennþá að skoða hvernig trúin verkar á okkur, en horfum fram á veginn. Og mér finnst það mjög merkilegt þegar ég fer að lesa kaflanum trú. Þetta er kafli sem hefur 40 vers. Og fyrstu 23 versin í kaflanum, þau fjalla öll persónur í fyrstu Mósebók. Finnst þér ástæða til að lesa fyrstu Mósebók? Er ekki verið að tala við okkur það Gamla testamenti, það sé ónýtt og það eigi ekki tilefni eða hafi ekki áhrif á okkur eða við þurfum ekki að lesa það? En trúarkaflinn, hann fjallar eiginlega allur menn sem tilheyra Gamla testamentinu. Hvernig væri að við áttum okkur á því að milli Gamla testamentisins og Nýja testamentisins í raun og veru ekkert bil. Við erum að tala menn trúarinnar í gegnum alla þessa sögu og nú þú framhald af sögunni. Þú og ég erum framhald af þessum kafla 11 í Hebreabréfinu og skoðum hvað sagt er. Við skulum aðeins fara í nokkur vers. Ég ætla bara að benda ykkur á það sem að tala Hebreabréfið 11 fer í vers 5. Og það segir að þetta hér við okkur sko. Fyrir trú var Enok burt numinn, að eigi skildi hann dauðan líta. Ekki var hann framar að finna af því að Guð hafði numið hann burt. Hversu hratt gekk þetta? Hversu fljótlega átti þessi atburður sér stað? Enok, þetta maður sem var til fyrir Nóaflóð. Hann hrifinn upp til drottins og hann geymdur til ákveðins tíma hjá Guði. Hann dó aldrei. Hann var hrifinn upp. Og það sagt meira að segja að hann hafi skilið eftir sig eina bók sem menn eru ennþá að deila En það alveg sama hvort að menn deila bókin en ekki. Þessi saga mann trúarinnar hjálpar okkur til að skilja hver arfur okkar Við verðum hrifin upp. Og áður en hið ógurlega gerist. 10. versið í þessum kafla. Þá segir hann, Abraham segir hann, því að hann vænti þeirra borgar sem hefur traustan grunn. Þeirra sem Guð smiður af og byggingameistari. Og þessi trú Abrahams var til þess að Guð talaði við hann og sagði honum, far þú úr landi þínu, frá ættmönnum þínum til þess staðar og í landið sem ég mun vísa þér á. En í dag þetta land í fréttum. En í dag eru menn að deila þetta land. Við vitum hvað þetta land Það fyrir botni Miðjarðarhafs. Ég hef komið þar sem Abraham bjó. Ég hef setið á þeim stað og gengið þau borgarhlíð, það sem vitað og greinti frá í Biblíunni að Abraham hafi gengið Ég var í Berseba.
Ég sá byggingarnar, ég sá hvað fornleifafræðingarnir eru búin að opna. Þeir voru að sýna mér svona leirsteina sem voru með grasi inn í sér til þess að halda ykkur í styrkleika. Og þetta var allt saman frá því 2000 og jafnvel eldra fyrir Krist, sko. Þannig að við erum að tala 4000 ára gamlar menjar. Ég sá brunnin við Berseba. Það sem Abraham gróf niður, hann var alltaf 70 metra djúpur. Og hvers vegna eru þessi ummerki Abraham? Þetta var maðurinn sem var að leita þeirri borg sem hefði traustan grunn. Ert þú í þeim hópi? Eru við sammála Abraham að leita þeirri borg sem hefur traustan grunn? Og Jesús Kristi eru borgarmeistari þar, þið vitið. Og það er ekki skotið á hann, og launsáttur allavega. Hann er sá sem hefur sigurinn og mun sannarlega sigra allt. 22. versið. Fyrir trú minntist Jósef við ævilokin á brottför Ísraels sona og gjörði ráðstöfun fyrir beinum sínum. Mér finnst það mjög athyglisvert. Jósef, þið vitið, maðurinn sem gat ráðið drauma. Hann gat hjálpað Faraó. Hann lét hann safna korniðinu í 7 ár. Og hann vissi að það kæmu 7 mögur ár svo að Egyptar og Ísraelsmenn og alla þjóðirnar í kring, þær komu til að kaupa korn af Faraó. Og Jósef er í sögunni sem bæði draumóra maðurinn en var þó maðurinn sem bjargaði sinni samtíð. Og þetta var maðurinn sem Guð hafði gefið náð til þess að tala og virka inn í sinni samtíð öðrum til lífs. Og Jósef við ævilokin, þá vissi hann að dauðinn beið hans. Hann var óhræddur. Hann gerði ráðstafanir fyrir beinum sínum. 400 árum síðar, þá þurfti Ísraelsmenn í það minnsta að taka tillit til þess sem að forfeðurnir höfðu gert. Jósef tók eið af kynbræðrum sínum, Ísraelsmönnum, að þegar Guð myndi vitja þeirra og taka á burt úr þrælahúsinu, úr Egyptalandi, að þá tækju líkama hans með. Svoleiðis að þeir hafa örugglega pakka honum saman eins og inn í múmíu, gert hann svona léttari, og þeir voru með lík Jósefs í það minnsta í 40 ár í eyðimörkinni. Og það er mjög líklegt að þeir hafi ekki getað jarðað hann fyrir svona 50-60 árum eftir þeir fóru út úr Egyptalandi. Svo við erum líklega að tala það að frá því að Jósef dó og þangað til hann komst í gröfina, þá erum við að tala 460 ár. En af hverju tóku þeirra með? Í þessu birtist trú Jósefs. Hann átti hlutdeild í landi lifenda. Hann átti hlutdeild í landi ráðstöfunar Guðs, dýrðar frelsis Guðs barna. Og hvað eru við að tala á þetta eitthvað erindi til okkar? Jú, kæru vísíkinni, innan skams, þá mun Kristur Jesús koma. Allt í veröldinni okkar bendi til þess að þessu verður ekki öllu lengur haldið áfram. Við heyrum bæði styrjaldarglimin, við heyrum ógnanir, við heyrum blekkingar og við vitum að heimsbyggðin öll, hún er komin eiginlega í greipar óttans. Við heyrum óttan í sjúkdómum og það er verið að reyna að leysa málin með bólusetningum og svo þarf að koma eitt í viðbót sem er bæði komið fram hjá Svíum og Dönum. Þeir þurfa að búa til eins og nýtt vegabréf. Þú getur fengið símaðinn, þá ertu kórónuveiru sprautaður, þú ert öruggur ferðalangur og það er búið að heyrast frá IATA, alþjóðasamtökum flugfélaga, þar sem þeir krefjast þess að hver einasti farþegi sem flýgur með flugfélögum IATA, hann sé með vottorð upp á að vera kórónuveiru laus eða hafi mótefni. Þetta er bara mjög nálægt því sem Biblían er að tala við okkur að verða á síðustu dögum, að það muni enginn geta keypt eða selt nema að taka merki dýrsins. Tæknin er til, krafan er komin og til þess að geta endurist fjárhag Vesturlanda þá þarf eitthvað að gerast. Ertu hræddur? Ertu skelfdur? Það er sagt að sá sem tekur merki dýrsins á sig,
Það nú ekki komið ennþá, þetta merki dýrsins, en tækninni til að hann muni glatast. Vertu undirbúinn að geta sagt nei. Vertu undirbúinn að þú ert helgaður Jesú Kristi, þú treystir því sem Biblían segir og láttu Drottinn leiða þig. Þegar Jesús Kristur fær að búa fyrir trúna í hjörtum okkar, þá vitum við að við höfum mótstöðu á hinum vonda degi til þess að geta sagt nei við freistingarnar sem blasa við. Þær eru ekki ógnun við okkur, þetta er tímamælir. Við getum ekki flúið það sem Guð er búinn að segja að verði. Við getum ekki flúið það og komið okkur í skjól þar sem að við höldum að við séum örugg öðruvísi en að við hvílum í Jesú Kristi og trú okkar sé byggð á þessu fagnaðarendi Guðs Biblíunni sjálfri. Til þess kom hann í heiminn til þess að frelsa synduga menn. Og þú og ég erum ekkert endilega einni bæn í burtu, hann er mitt á meðal vor. Hann er Immanuel. Leifum honum að umbreytast hjá okkur, leifum honum að umbreyta hjörtum okkar og við fáum að sjá að trúin á Jesúm Krist, hún skapar í okkur nýja menn. Heyri amen við því. Við skulum biðja saman, ég ætla að enda með því að segja Drottinn minn. Frelsa okkur synduga menn. Leifðu okkur að játast hér elskaði Herra. Settu í okkur vonina sem að við vitum að postularnir voru að boða. Sem Biblían er að koma með til okkar. Leyfðu okkur að skynja Drottinn minn, þetta dýrðar frelsi Guðs barna sem einkennir kafla 11 í Hebreabréfinu, von trúarinnar. Þakka þér fyrir við munum trúa þér, við munum treysta þér og við munum eiga þessa ljúfu hvíld að við erum þín í gegnum allt. Þó að dauðinn mæti okkur, þá vitum við að innan skams þá fáum við að vera í dýrðar líkamanum sem þú hefur þegar fyrirbúið okkur. Í nafni Jesú Krists frá Nasaret. Amen. Drottinn bless ykkur. Sem ég þrái að heyra þig, Guð af öllu hjarta, ég tigna þig. Guð af öllu mætti, ég tigna
Með þessum orðum kveðjum við úr Hvítasunnu í Keflavík. Allt það sem ég þrái er að heiðra þig. Sungu við og Guð er með þér alltaf. Og hann er með þér í öllum stundum. Bara ef þú leyfir honum að fara með þér þessa leið. Amen, Drottinn blessi þig og heimilið þitt. Í Jesú nafni, amen.